Nú eru Sindasælu komnir inn Yes sir með kaffi og lengi í gangi í dag. Já, það búið að vera svo mikið spjall hérna við Símon Já, kósi. Símon í Mekka eins og hann var einu sinni kallaður einu sinni kallaður Símon í Vífilfell Og var hann ekki einu sinni kallaður Símon fucking handsome? og svo Símon fucking handsome Og hvað núna? og núna Símon á veður Á veður. Það sem við erum, góðan feeling, horfa hérna fólk klappa framjá, dæma þau svolítið. Já, erum búin að dæma ákveðna líka stærðir á fólki í dag og þarna Og við rættum líka mikið hérna áðan hvernig persónuleikar breytast af fólki sem skiptir þarna, Já, sem var annað gott massa eða hvort það létti sig. Já, það virðist vera allir þeiminn hjá fólki að þarna, ef það fer og verður þarna ef það er komið í einhver ákveð form sko vínu minn, hann var alltaf áður en gifti sig, þá var hann svona kortir í að fá bara svona alla kynnsjúkdóma sem var búið að fá og það var vegna þess að hann var svo ótrúlega yfir með kólan, eiginlega bara svona öllum vikstum, þess að stundum bara með gæjum sko, þess að það var fíkn. Já, hann var að nýta tíman. Þetta er fíknihæðun. Já, eða free love baby. Eða free love baby, a.k.a. fíknihæðun. Og hann hann sem sagt gat alveg svona fatta stundum þegar hann svaf fyrir stelpum já, stelpum aðalega þá hvort þær hafi verið feitar eða ekki. Já, bara svona fitukvíslarinn bara. Já, því að þú veist, hann sagði bara það gerðist enga með stelpur sem voru feitar og verið alltaf grannar og þær verða bara svona rosalega óheflaðar í þarna í rúminu og það er vegna þess að og það er að sjálfsögðu vegna þess að þú náttúrulega sko eins og nú er ég að fara í Summer Hot Party fyrir Faro. Heyrðu já, viltu ekki tilkynna þetta? Júni 2019. Já. Nei, núna í júni 2026 og þarna en þá til dæmis sko þú veist, ef ég væri 280 kíló og myndi fara í einhvers konar líkamsminkun og er þessu allt innu grannur að þá náttúrulega allt innu ertu sko farin að fara sko að þú stekkur upp í rúmið einhverjum þá ertu allt innu sko farin að leifa hluti sem þú leifir þér ekkert áður sko út frá bara líkamanniðinum og þannig að þú ert orðin óheflar á hinhátt sko þannig að þú ert eiginlega orðin of mikið þannig að við einum stundu svaf fyrir stelpum sem voru einu sinni í dálítið stærri stærð urðu allt innu við mjóar og svona alveg svona þú veist tóku sér bara vel á og það urður þannig óheflar að hann einhvern veginn hélt bara að þetta að þú veist að það bara myndi drepa hann. Einmitt. Sko, ég held að sé hefur þú lent í þessu Danni? Sko, ég reyna að hugsa það nefnilega. Ég held að hann gat alveg spottað þetta og hann spurði mér sér bara, maður spyrja einu bara sko, varstu einu sinni eitthvað þykk eða? Fólk sem hafa verið feitt einu sinni og verið svo minna feitt, það verið oft vera með mjög gott hjarta. Af því það er svona, þú veist, ólst upp í svona, ekki svona kannski alspaðin eða algellan í grunnskóla þá einhvern veginn, af því það myndar svona eitur í hausnum að kannski, og ég held þetta fitubólurnar eru oft með stærri persónuleika bara stærri allavega og svo sko held ég að þetta lendi því sem þú tala það sem að er svona of mikil stuð sem að, er bara held ég betra heldur en of lítið stuð ég held að sé andstæðan við að segja eins og þú værir, þú veist, gellan sem var alltaf geðveikt sæt og smá svona ungfrú Ísland smá svona þú veist, mannasiði og grönn og sæt þetta er líka kemur af held ég leiðilegasta fólki sem ég veit Já, og sérstaklega þá í rúminu En á mörgu leiti er þetta líka óörugast fólki líka sko Já, en í rúminu, þú veist, þá myndir þessa típur liggja alveg bara og bara hrættum að brjóta þú veist, eitthvað þannig að en þetta er áhugavert að sjá Ég held að samfræðingar sé að vinna í þessu sko. Þetta verður mjög, ég hugsa að þetta sé alveg svona, þú veist, það er að meta þetta á einhvern hátt en og svo erum við sumir sem vera gett svona sterkir og fara þá að gera arbegur og svona og svona gera sér fíbl í einhverju partí og eitthvað og það gerist bara, fattir við en nú er ég til dæmis að nú er ég að fara til Faro 2026 Summer body, hot body Þú ætlar að koma með sem guide Já, 100% Það er verið að vinna í hópnum Já, þetta er nýkomið á borð Já, en ég til dæmis sko, nú er ég komin í mjög stíft prógram fyrir það Nú er ég búin að kaupa allskins vörur í fitnessport Alltaf fyrsta skrifið og nú er ég byrjar á rosalugum hydroxycut svona 90s töflum svona basically svona amfetamíntöflur sem er þetta ekki amfetamin, þetta er löglegt taka það fram, hér er ekki verið að neyta einustu ólöglegra fíknefna áfengi möguleg Faro, hver veit áfengi og
grænandi töflur. Grænandi töflur og ég byrjar á þessu og ég get sagt hanni fyrir svona fytubólur eins og mig sem finnst gaman að fá mér mikið súkulega og fleira að þetta það er algjör stöðvun komin á. Þetta dreipur það matur. Þetta þannig að þú tekur, ég náttúrulega rugglaði sanns á Hilgjum en ég tók aðeins fleiri en ég átti að taka þannig að það er búið að draga úr. Hvað er í þessu? En þetta er lögulegt, ég er búin að tjekka á því. Já, ok. Og þetta er selt í fitnessport. Say no more. Og þarna fitnessport. En þarna, þetta er sem sagt, þú tekur svona Hilgi hálftíma fyrir morgumat svo bara morgumatinn og í raun og veru slekkur þetta á þú þið langar ekki að narta og það er það sem að fita mig. Einmitt, og marga. Já, og marga. Það er þetta eilíðar og ég tala ekki um því ég er að vinna í flugvél. Þú veist, ég er mjög snöggur að detti í saga súkkulaðið. Já, það er líka svolítið gott. Og það er ekki ein plata. Þú veist, þetta eru fjölmarga plötur og ég tek ég er að taka og ég er að setja svona það pretzel á milli. Þú veist, ég hef komið svona alls konar útfærslur. Vá, bara chef. Já, þannig að þetta er í raun og veru, þú veist, þetta er ekki gott fyrir mig. Töflunar, slekkur á sjöldni. Þannig að þetta er að hjálpa mér fyrir sömurhátt bara í Faró. Þannig að við erum bara á blúsandi siglingu með þetta plan. Já. Vá, með töflunum og... Já, þangað til að þú veist, ég veit ekki, þarna, já. Þetta er svona húsmæðralif í gamla daga. Þetta eru gömlu, þetta er svona gengsintöflunar líka. Já, með svona koffíni og þú fyrir að skúra allt í einu og... Já, þrýfur allt í einu, ég held að mamma hafi skúra og þrýfið allt saman heima. In the 90s. Á einhverju svona Adderall-partí. Mother's Little Helper hérna þetta í gamla daga. Mér finnst þetta sjarmirandi. Já, þannig að þetta er stemmari, en þá er spurningin að því að þú veist, ég ætla nú ekki að segja þessi í tjöbbi. Nei, ég myndi aldrei segja það. Ég myndi ekki einu sinni láta en ég er jójó og ég rokka milli. Já, en mikið samt í þínum haus. Það er aldrei eitthvað sem sést hjá þér. Já, þetta er rexja í mínum haus. En það sést ekki. En bursi frá því, en ég er að spá leið og ég veit að ég er orðin, þú veist, eins og ég fara á 2026, þá ætla ég að vera þannig að ég ætla að vera þannig vaksaður að hver einas í gagginu kallmaður að kókaini vill rimma mig. Já. Þú veist, það er planið. Það er, þú veist, planið er að ég fái gagginaða mann út úr kókaðan. Ég sé þú takti kókið úr myndinni. Þeir vilja rimma á kókaini. Þeir myndu alveg vilja, já, þeir vilja Við vorum búin að fara í gegnum það, Já, ég veit það, en ég er að segja að það vilja, kókaða gæja vilja rimma allt. Já, ok, þannig að basically er markmið mitt að ég vilja fá gagginaðan gæja með ekki á kókaini til þess að rimma mig. Gott plan. Plan fyrir Faró 2026. Já, í sumar. Já, þetta er vaxmeðferðir. Þetta er brennslutöflur. Brunkusprey. Þú ert að fara að spreytanna þig áður nú ferð. Já, þetta verður allt saman gert hérna í Íslandi. Þetta verður allt saman gert í höfuðstöðunum í Kópavogi. Sælunni. Er það ennþá? Nei, búloka. Æjæjæ, endafanni er að... Þú er búin að vera svolítið í Kópavogi. Mikið í Kópavogi. Það er verið að undirbúa svona flutningar. Já, já, þetta er svona, við erum að skoða. Þú varst í Kópavogi í gær, ég var í Kópavogi í gær, ég var í Kópavogi á föstudaginn. Ég er mestmengnis bara búin að vera í Kópavogi, sko. Ég var á Mostli á föstudaginn og horfði leikinn þar, í Kársnesinu þar. Ég fór í gær og horfði leikinn, tönnskonleiki á Arabar í Kórukverfinni í Kópavogi. Já, þú talað vel um hann. Já, það er uppáhalds, einn af mínum svona uppáhaldskverfispurum. Og þar var ég og Víkingur og Glæpamenn og Naflinn. Þú fylgis ekkert með. Já, hann var þarna ég já, þarna var svona íþrótta, þú veist, ég segi hann er lágsinn en hann er ekki hann er íþrótta áhugamaður. Ég skilji. Þannig að þetta var svona þú veist, það sem alveg típinn að fara að horfa á leiki þú þarft að vera það svolítið til að kannski fara allir á Arabar í Kórukverfinu. En já, og þar komst ég að því eftir ég hafi setið þarna með einum glæpamanni að þetta er Kórukverfi í Kópavogi er miðstöð handrukkara á Íslandi eða á höfuðborgarsvæðinu. Hví? Já, það er bara þeir vera sig bara vilja flytja í 201. Bara svona hinn hefðbundni handrukkari líður best í Kórukverfi. Já, bæði hefðbundni handrukkari og þessi svona sem er svona fyrrverandi handrukkari í ráðgjafarhlutverki meira. Handráðgjafi. Þú situr þarna og er eitthvað svona hittir einn, þú veist, og er eitthvað blessaði vinnur. Bara já.is ráðgjafi, handráðgjafi. Já. Og hann svona segir, ég myndi ekki lemja hann strax, farið fyrst í heimsókn. Já, slakað á. Segðu hann að hann innskott hann borgi. Þarna líður mér náttúrulega vel og mjög góð ára. Já, taldu Glæpamenn,
það búið að vera skrítin ára í húsinu mínu, í blokkinu minni. Ég þarf að segja þetta, sko. Ég vona gæðin sig ekki fyrir shit, ok. Sko. Komdu með það. Vilt þú aðstóð? Ég þekki fólk. Kláraði söguna, ég get kannski veitt einhvað. Nei, ég alltaf hólsum megin í lífinu, vona ég. En ef hann heyrir þetta þessi gæði kannski verið eitthvað súr, þá kannski, þá heyrir þú heyrir í mér. Því að það bankaði upp á hjá mér. Ég býr náttúrulega í blokknir í miðbæ. 90% Airbnb-túristar, 8% eru svona eldra fólk sem að hatar að búa þarna og vill í rauninni að þetta sé eins og Reykjavík árið 1952, en það það ekki. Með svona ímiskonar svona regluverki og einhverju. Já, húsfélagi maður og það bara svona að reyna að forsa umhverfið út frá eftir sínu höfði. Já. Í staðan fyrir átt að sjá því kannski að aðstæðna bjóða ekki upp á það. Og allt breytingum háð og allt ára milli. Það kannski bara flytja eitthvað. En allavega, ég að hugsa mína ákveðna. Hildur. Já, og svo okay. Hún herfa, sko. En heyrðu, svo svo eru 2% eftir eða eitthvað og þá það svona ég og einhverju svona glæpamenn eða, eitthvað svona skrítið fólk og ég get alveg sett mig bara þangað. Heyrðu, svo kemur þessi gæfi bankur upp á og hann segir, heyrðu, blessaði maður ég hjálpaði þér daginn eitthvað með. Er þetta vinur okkar sem hjálpaði með? Já, en ekki segja, fólk bara að vita að ég er svo hrættur ég látti ekki, þú ert ekki að nafngreina. Hann hjálpaði með. Þetta er allt í góðu, ekki vera aumingi, þú hefur Svenna, þú ert með Svenna. Ég er með Svenna, hann herra handrukkara vinur, nummer 1. Sko, þegar það hélt einhver að kvikna íbúðum minni daginn, það var í þætti nummer eitthvað. Dásamlegu maður kom með hálstæði, hann glæpamaður? Halda áfram. Höldum okkur, hann hringir í mig þessi gæi og ég bruna heim og það var einhver svona reykur en það var ekkert eldur og þessi gæi, hann var rosalega mikið inn í þessu, hann var bara tvílít bara, náðu þið bara niður vinur en svo var hann líka það þetta að fara að vera mikið tjón sko og ég hann hafði miklar áhyggjur en bara hugsaðu bara þig og ég hvað í gangi þetta Það hefði ekki verið einhver örfin í nabba á honum. Ég held það. Í þessu tilviki. Ég held það. Og ég shit maður, ég veit ekki hvernig þakka maður ekki bara, ég þarf bara að henda þig Ostaköku? Nei, ég sagði þig, ég þarf að henda þig rauðflösku eitthvað, fyrir hjálpina eitthvað. Hann ég er að drekka ekki, en eitthvað svona. Og ég ok. Herru, svo síðan þá sé ég hann bara af og til og kinka kolli og vinalegir. Við erum jafngamlir, sko. Herru, hann kemur og bankar upp á, bara í fyrra dag eitthvað. Og í annarlegu ástandi sko. Fallinn öllu líkindum, en hann fyrst og fremst tjónaður bara í að hafa búið að tuska og bara blessaður eitthvað ég hjálpaði þér daginn ég sagði það ekki beint, en hann var eitthvað ég bara vissi ekki hvað að gera og ég bankaði hér bara því að við vorum daginn eitthvað og ég eitthvað, já, auðvitað bara, og kom með sögu sem að tengdist bara einhvers konar fyrirhandi maka og einhvers konar heimsók frá einhverjum vondum mönnum sem að tuskuði hann til og tóku sem lykilinn á honum og fóru og hann var þá sem mengalykil fast, sko, ef hann hefði farið út þá hann ekki komast eftir inn tóku heimilislykilinn þannig að þú hefur ekki átt von á þessum herramönnum bara inn í til mín? Nei, ég er að tala inn í bara blokkina já og ég ok, shit maður og hann bara getur hjálp mér þau eru með lykil eitthvað ég með alls svona dót sem svo verðmætt og ég með langar upp á slísó en ég þór ekki að skilja dótið eftir má ég láta þig geimslinu hjá þér þannig að þú er komið ábyrgð á þýfi og ég segi væntalega bara ég er svo ég veit ekki þú ert bara flottur kannski heimskur, kannski flottur, ég veit það ekki ég var bara eitthvað líka komin í alltaf óþægilega stöðu hann var líka bara illa farinn og foglumæltur og ég vissi ekki hvort það væri út af hinn eða þessu þannig að við förum og klukkan er svona 12:30 nótt þarna vaktaði? Nei, en ég var komin í sko ég var komin í wind down rútínu sko og búin að poppa melatonin 10 milligrama og með því bara og þá bara eiginlega bara svona 5 sekúndur eftir og þá bankar hann og ég bara oh my god, ok, og fer að hjálpa honum og ég fer hann að flytja dót með honum í geimslu, fyrst fyrir að taka til í geimslunum minni að það gett pláss
og hann svona handlægin sko, ég strax hann skotin í hann sko, myndalegur sko. Skal sýna hann eftir ég hlakka til og hann múrari og ég sé þetta fyrir mig, hann taka til í geimslunni smá blóð á andlitinu það verður alltaf meira nei, bókstaflega, þetta var staðan sem ég var í og hann einhvers konar iðnaðarmaður þetta er ákveðin draumur og hann sá mig bara verið eitthvað svona hann eitthvað, heyrðu, ég skal bara gera þetta, ég kann þetta ég kann þetta hann fyrir bara endurraða í geimslunni og ég stendi yfir hann bara, hvað segir ég ekki bara kikja upp á spítalann því að hann var bara vangaður líka þetta var ákveðin staða sko. Og svo tökum við til, gerum pláss svo fyrir við að sækja dót hjá honum og látum geimslunni á mér og svo sem sagt, fer hann og eitthvað, heyrðu, ég ætla að fara að sækja eitthvað og ég eitthvað fer heim til mín og býði eftir að hann komi aftur svo kom hann ekki nei, og svo er ég að býða af því að þú veist, ég meika ekki að fara að sofa og svo allt í hennum bam eða skilur þau mig nei, en þú veist, allt er góð það hefði verið lausvefn já, þetta hefði verið ekki það lausvefn þannig að ég beið og ég var bara, hvað ég gera og það gerir eitthvað daginn eftir það já, ég var fyrir útvarpið og þannig að svo enda ég verð að fara hann upp ég veist hvað íbúðan býr í sko, ég verð að fara hann upp og tjekka á hann bara já, bara hvort það sé dauður ég vissi ekkert sko. óþægilegt þannig ég fer og ég fer upp að hurðin hans og svona hlera og þá heyri ég bara svona rifrildi náttúrulega í síma á spíker og það var það svona heitt í hamsi að ég þorði ekki að bankinu líka því að hann, þú veist, haldið þetta væri bara mér leiði þess að hann hefði komið upp með byssu og skotið mig haldandi ég væri einhver annar þannig að ég þori ekki að þannig að ég fer aftur niður og svo ég bara þarna niður með Melly bara eitthvað, hvað ég gera og hún eitthvað, ég veit það ekki, hún bæði bara klukkan að verða heldur margt þarna sko, búin að taka til í geimslunni, búin að ferja dót, búin að gera hitt og þetta og að gera svona alls konar svona svartur að leik partí sko mesta svartur að leik bara moment lífsmi, svo sem sagt ég verð að fara aftur upp, tekka á þessu ég fer aftur upp, þá heyri ég ekki neitt og við hefðum sko, ég býð svona við innganginn klukkan er þarna orðin góð spurning, ég er bara í alvörinni þetta er kannski 2-3 minnum inn í þetta ætli það ekki, kannski 2 já, svona 2 ætli það ekki, eitthvað rúmlega og þetta var náttúrulega ekki svona búið sko. Svo þarna fer ég aftur upp og þá heyri ég ekki neitt og ég býð við innganginn, þannig ég hefði heyrt hann fara út og Melly hefði síðan líka þannig að við vissum hann hefði ekki farið út þannig að hann var hann uppi og ég fer hann upp og ég heyri ekki neitt og ég þóri, og þarna byrja ég að banka og bara blessa þær, þetta er Danni hérna mér langar bara að tjekka stöðuna og eitthvað, þú veist ekkert svar, ekki neitt og ég bara, guð minn góður bara hvað á ég að gera núna og ég finn yfir bara spyrja, hvað heldur að þú að gera í þessum nákvæmlega þessum mómenti, ég hefði bankað já, en ef hann svaraði ekki já, það er fyrir að svo en þú veist já, eða þú veist, það er option vegna þess að þú veist, ég hefði verið bara eitthvað nú er þetta bara hans responsibility, ég er búin að hjálpa honum hérna þú veist, jú, vissulega hjálpaði mér að taka til í geimslunni en þú veist og með reikinn en að öðru leiti og reikinn svo sem líka en að öðru leiti hefði verið bara nú er hann komin að því að sko í svona aðstæðum með svona fólk að þannig hann er bara komin líka allt annað í mengi já, og en allavega svo veit ég aldrei hvort hann sé þú veist hvort það hefur verið annarlegt ástand út af hefur ekkert heyrt í honum eftir þetta jú, já, ok, haldið áfram það er spenningur í hópnum já, sko, svona þarna líður mér á ég kannski að fá mér eitt light yfir þessari sögu heyrðu, já, og ég líka já, tökum 2 light yfir þessu finnst þetta góð saga og ég ætla að míga já, ég er svo spenntur cliffhanger, hlakka til, ok, bye ok, skál, segir nú bara skál, ég kom með Guinness skjótskipasviður í lofti já, það er svona heitt í hamsi ég fer ekki ræktin í dag, ég fyrir göngutúr ég hætti við þú segir líka að það sé bara hotlara það er svo gott fyrir þarna korið heyrðu, hann er góðu Guinness í dag hann er góðu lætin líka heyrðu, ok, hvar erum við stattir í þessari sögu? við erum þannig að ég er að vega með þetta hvort ég eigi hvað ég eigi að gera já, einmitt, í þessu þarna klukkan er að ganga 3 hún er margt það heyrist ekkert hans í heima ég veit að hann er ekki farin út það var einhvers svona talsamband á undan sko, svo er ég búin að banka og segja bara að þetta er Danni bara svo myndi ekki halda þetta væri hæ Danni þetta já Danni, þú veist, nei sko ég stóð þarna ganginum og það var svo óþægilegt sko, ég var bara halló
þetta hérna og sko svo fyrir niður og hugsa og ég veit ekki, meðvirkni, call it what you wanna call it, en ég gat ekki í rauninni. Þú þurftir að finna út úr þessu. Ég þurfti að sjá til þess að var alltaf lægja með það og því að það var í það ánúlega ástænd að ég trú öll. Já. Ok, þannig ég hringi bara lögguna. Já, þú gerir það. Nei, að því ég er ekki frá hoppundegin. Þarna hefði ég snarvegis ráðlagt að gera ekki. Nei, sko, að því að ég hef aldrei sagt að þetta hefur ég. Það búið að vera algjört commotion í blokkinni. Það hefur verið sjúklega basic. Lögguna komum við og bara eitthvað tjekkað á honum. Okay. Já, þú segir bara ég heyri hamagang. Já. Það var planið. Við vorum lengi að spá í þessu, sko, því að ríkilögguna var ekkert eitthvað ákjósanlegt, sko. En ég hugsa bara, ok, það er búið að vera algjört commotion í blokkinni. Það meika fullkomun sens að lögum myndi stoppa. Og vera lögregla búin að kíkja þannig eitthvað? Nei, ekki þá reyndar, en sko, en bara tjekka á honum. Okay, hann hafði sagt bara, já, er læg með mig. Búið. Herri, meðan ég er að tala við löggunum, eitthvað útskýr eitthvað svona, þetta smá steikt, þá bankar hann. Og ég bara, hei, lögga, hann er kominn, þetta er ekki stress, það er læg með hann. Já, verið samt að línni. Ég sagði það. Nei, ég sagði, heyri, við erum alls línni, það er að tjekka hvort ég er læg með hann, opnaði og bara blæsaði, hann bara, já, komið, ég ok, já, þú ert góður, hann eitthvað, já, ég ok, takk fyrir þetta og skellti og þau bara ok, ekkert mál löggan var chillum með þetta líka sko. Öllu bönn já, nákvæmlega þannig hann er komin aftur okay. Hann er vaknaður við förum þá og látum meira drasl í geymsluna shit og þarna eru þið basically að setja dót í geymslu hjá þér vegna þess að hann er hræddur að það veri rændur þannig að þið eru basically að tæma imbú dýrmætasta já Hvað var svona dýrmætt að segja þarna svona? Þú veist, er þetta flatskjár og tölvur og þetta er þýfi, þetta er alls konar þýfi kannski. Já, þetta er svona, það voru reyndar svona 5 fartur. Þannig að þetta er þýfi, þannig þú ert að geyma þýfi í þarna. Ég segi þetta upp átt, sko. Já, allt í góðu, samt, höldum áfram. Það voru svona gamlar. Já, en ég menna hver veit, hann er að hakka sig eða eitthvað. Já, hann er tölvuhakkari. Nei, og þetta er allt svona eitthvað stús og reykinglit öllu. Ég er svo hrifinn. Ég er svona, þá kemur það í geymsluna, en ég fæ svona líka að hugsa, er þetta eitthvað plott? Er það með einhverjum gaurum uppi? Svo bara, það er samt alltof langdreið plott. Það er mjög sniðuð plott. Þannig er bara að vera í núinu, þannig er bara að klára missjónið. Já, því er ekkert að hugsa það. Þannig að við klárum þetta og ég segi eitthvað, Þú ert nú svo sannarlega búin að borga upp þessa litlu þarna í Reykjelsis skuld sem að... Það er ekki vínflaskjáleiðin en svo er ég bara eitthvað Vist ekki fara bara slís og hann eitthvað, jú, ég er að fara og ég er náttúrulega bara eitthvað, maður ekki skuttla þér bara. Já, þú ert komin í bara... Bara því að ég genuinely áhyggjur af þessu manni, sko. Og hann eitthvað, það var fallegt maður eitthvað, svo allan tíman á meðan við vorum að gera það, var hann alltaf bara að segja mér svona sögur og ég skildi svona eiginlega ekki það sem hann var að segja því að hann var svo vankaður og þoklumættur. Hann var bara hellaður. Þessi maður, hann var hellaður, já. Sko, ok, halda fram. Já, og hann eitthvað, það var æðislegt maður bara eitthvað, og svo er hann eitthvað, ég ætla bara upp hérna, þú veist, eitthvað, og ég eitthvað, viltu ekki koma núna? Eitthvað, og hann eitthvað, nei, ég tek bara bíl og eftir, ekkert stress eitthvað. Og ég eitthvað, ok. Já. Því ég nenni ekki að vaka eftir hann. Var íbúðin hans tómleg? Sko, ég var aldrei búin að fara inn í hana. Nei, hann er sértilis. Já, sennilega. Hann að ég eitthvað, ok, það er flott, eitthvað, og ég fer loksins að sofa. Ég finn hann á internetinu og fer eitthvað að skoða og þetta er allt eitthvað voðalega, svona. Sameiginlegu vinirnir eru tæpir. Já. Þú veist, maður sér það oft, svona hverjir eru sameiginlegir, sko. Og sem maður svona mengi af fólki. En ok, og ég, daginn eftir, þá sendi ég honum SMS, bara, er ekki allt í góðu? Hann er í komið með geymslu fullt af hans drasli. Já, þannig er þetta komið tilkall til þess að vera með skoðun á bara hans líðan. Bara á ég þetta allt núna eða hvað? Já. Þú veist, og hann sendi mér voice memo á móti, message, aldrei vinsælt, og það er svo hilarious, hann var ennþá svo þoklumæltur að hverju skrifaði hann bara ekki, hann sendi mér voice message sem ég skildi náttúrulega ekki alveg. Ég hugsa dómgrindin, hann sé ekkert eitthvað mikið einhvað, á ég að skrifa textið á þessi voice message. Já, ég sendi bara voice message. Hvort allir sem er að smart. Þó hann mun sennilega ekki skilja voice message, það er allir samt að gera. Já, vissulega rétt, já, hann var kannski ekki alveg að hugsa þetta svona alveg. En svo hann sendir þetta og ég næ svona einhvern veginn að klóra mig gegnum þetta og svona ok, já, hann er betri en í gær og eitthvað. Hörru, svo þannig í gær þá
þetta verið fyrir þetta bæði Ég svo hrifinn á söllu. Svo í gær Hvað þetta hringi mig? Ég átti að koma. Mér var hugst til, sko Ég og þessi herramaður værum bara einhvers þar í bara í Jiska að kaupa nýtt rúm, sko. Sko, þú hefði mætt og verið bara, jæja, og tekið stjórn. Bara núna ferð þú ert svona góður í þessu, sko. Ég svo hrifinn á þessu. Nú ferð þú og styrtar þig til, við getum að slísó, við græfum áverkavottor, þú hefði svona... Eða þú veist, ég get líka lappa upp að þú vilt, vinnur. Já, ég með kittið, veist. Nei, veist, í staðin var ég bara eitthvað... Ég var svo bara flottur, þannig. Ég ætla bara að gefa það. Ég var að reyna næs. En þú allavega, hann sendi mig næs og það var ekkert, sko, hann var bara, hann var mjög vulnerable, og auðmjúkur og vulnerable. Mjög auðmjúkur og bara, veist, við vondum stað. Hann í neðstu skúfu. Og ég fór að skoða hann og hann var ég fór að skoða, ég skrúbbaði internetinu alltaf bara. Já, það finnst ekki gaman. Jú, eitthvað skemmtilega. Þetta svona smá bara svona að opna sér bjór og bara svona aðeins að skrolla og ég var næstu búin að heyri einu svona sameiginlegum vini bara svona spurja, bara hei, ég sá þetta vínuna sem að ég spurja en ég þorði ekki að auka bátnum meira, ég bara, ég læti bara vera en hann var íþróttin, það var yngri eitthvað og kynast eitthvað gellu sýnist mér og þau voru svona rosa sæt til að byrja með og svo verður hún meira og meira sólbaðstofu tekin og botox og allt þetta helst allt í hendur og svart hár og þú ert að lýsa þessu bara og þannig að ég sá svona söguna einhvern veginn í gegnum myndir og var þannig svona investar í þessu og búin að búa til heila ég enda líka að koma með sameiginlega búslóð við erum bara að flytja þú veist, það er eðlilega og svo skrítið þessi geimslan sem hann var með vorum líka að hjálpa honum að taka hans geimslu það var ekki mert sama sem íbúð og hann var að leið í þannig allir var að hugsa, er ég að ræna með honum óvart? Ég skildi ekkert í neinu, ég var bara með ég var bara danni, granni þetta er alveg típan sem að kemur í DFF bara eitthvað svona, 5 menn voru handteknir einn grunaður enn ekki búið að ákveða danni, granni, grunaði sko, og hefur stöðu sakbornings réttastöðu grunasmanns svona myndir af mér í svona réttastöðu sem ég get svona ringlaður og ég ætla fyrir aftan að gefa thumbs up ég þekki hann mest, þetta er byrjun á svartur og leik bíómynd svona kynnust þetta er fyrsta senan klippum í 5 ár og ég kom djúpt inn í þetta með honum og óvart, þetta er góð bíómynd þetta er mjög góð bíómynd, halda áfram við ætlum að gera nýjasta 90 syndaslem handritsgerð setjum þetta á listan og svo heyri ég ekki í honum en svo í gær kvöldi þá heyri ég að það fólk kom inn og út og ég er svona fyrir að kíkja út og þar er hann mætt einhverjum vini sínum og ég svolítið að labba inn og út og ég ekki að gaman að sjá hann sem er vin í þessu með leið vel með það hvernig var vinurinn? Var hann svona svipi típa? Hann var skári típa eða hvað þetta var allt hvað svona og að vera að bera inn og út? Nei, ég sá ekki þau voru að fara inn og út og svo svo opnaði ég út á pall hjá mér og það heyrði ég eitthvað svona með eitthvað að opna fyrir okkur því hann er líka með líkil ég eitthvað svona að opna fyrir honum og blessa þær eitthvað svo fara þær eitthvað að græja svo svona klukkutíma setna enn og aftur þetta er svona í gærkvöldi klukkan svona 12 þá bankar hann upp á og ég fara að hjálpa þeim að byrja eitthvað borðin í geimslu ekki hjá mínu núna, þetta er hans þannig að ég kom inn aftur inn í svona stús með honum sko og ég eitthvað hvað segir og hann er alltaf að segja sögum sögut og hann er alltaf þoklumættur og heldur að hann sé búin að sofa mikið nei, ekki neitt sko. og eftir þetta þá hugsaði ég hvað ætla hann sé að geima inn í mér í geimslunni og hvað myndir þú gera alltaf þú ert með geimslu og þú ert með fullt af einhverju dóti töskum og pókum og tölvum myndir þú skoða þetta? Myndir þú fara í gegnum þetta? Ég myndi gera það alveg rakleiðis auðvitað gera þetta ég hugsaði, má ég koma með þetta er ennþá þetta er bæði og ennþá ég meina auðvitað gerir maður það þú veist, að sjálfsögð þannig að ég fyrir að skoða þetta og það er margt tæft þarna ég var að vonast þetta að finna bara hvað dóp bing bong þetta hefur verið grunnurinn á okkar klæpamars Svenni, ég fann hérna 5 kíló setjum þetta í sölu við erum þetta í dreifingu við erum komið start hérna ætlum við að sýta veður og selja eiturlyf í hotnunni nei, því miður ekki, það var bara einhvern nikotín nei, þú veist, það var vonbrigði að fara í gegnum það þetta var antiklimaks
Já, en vissulega fínt svo sem að vera ekki geima eitulif fyrir einhvern. Mjög gott að þú sett ekki að geima einhver 5 tonna. Það var góða, neikvæða var að ég gæti ekki komist í nýtt óp, þannig að þetta var svona bæði gott og bittersweet. Og þarna sé ég vinir hans og hann virkaði þokkalega stabíl, nóga stabíl til þess að mig leiði hans betur líka. Ég er svona, ok, þetta er einhver svona vinur í raun. Ég held það og ég held þessi gæði sé bara góð gaur líka. Sko, það sem ég hugsa oft þegar ég sit og að tala við glæpamenn sem eru, þú veist, þetta eru írar og glæpamenn eins og ég hef komið fram áður, þú veist, þeir sækjast í mig, ég sækjast í þá. Já. Og þarna og mig greinilega líka. Og þig greinilega líka núna, nýtt komið. Já. En þetta er þarna sko, mín reynsla af þeim fjölmörgu glæpamennum sem ég þekki og hef kynst í gegnum tíðina er að eiginlega 90% með rosa gott hjarta. Og eiginlega með svona stærra hjarta heldur en þú veist, glæpamaðurinn sem að situr í einhverju penthouse og að vinna hvítflippa ógeðið. Þeir eru... Þú veist, það maður cut that penis off. Nei, án gríns. En ekki að mínum herramönnum með tribal tattoo og BMWF. Og svo þegar okkar menn eru teknir, þá eru þeir hendi djeilið. Alveg leið og í langan tíma. Svo eru hinir grífnir. Já, þá er það bara eitthvað stofufangilsi, arm, svona... Þyrla á Kvíabryggju. Já, og 9 hólur. Já. Það er ekki sanngjarnt. Og svo halda það bara áfram. Já, svo náttúrulega halda það áfram líka bara frá Kvíabryggju. Já, eitthvað að lepja pungina Björg og Stórs. Með einhver svona leppa eða hvað sem þetta heitir. Já, þetta við fílum þetta ekki. Ég þekki nokkra þannig, sko, sem eru svona sýnir. En er þetta eitthvað svona to be continued það þrý? Þú veist, ætlar ekki að heyri hún varðandi, þú veist, stótið. Svo fer ennþá meira commotion í gang eftir að ég hjálpa þeim. Þá er ég bara að fara að sofa. Svo heyri ég alls konar, það er eitthvað svona rifrildi fyrir utan. Það kemur einhver bíl og ég er að, sko, það er svona myndavél á dyrabjöldunni sem er á andirinu ég liggi í henni, sko að fylgjast með bara hvað er í gang og það kemur einhver stelpa sem virðist að vera vinkona og svo en allt aldrei svona neyslulegt yfir þessu heldur betur svo en líka bara, þú veist af hverju, þú veist, það kom eitthvað lið til hans og tók líka, ég veit ekkert hvað var að gera, kannski, bara allt í boði, herru, svo bara fyrir ég að sofa í gær, svo vaknaði ég inn í morgun og byrja daginn og fyrsta sem ég sé þegar ég labba út á gang, þá er löggan að labba inn. Já, og þú veist kannski leið. Já. Férstu kvíðu út frá einhver svona mögulega stöðu Nei, á þér ég er svo mikið bara eitthvað þú veist, bara ef það myndi eitthvað fara að rúlla eitthvað hann, þá væri ég bara eitthvað, hvað er þið ekki? Já, hvað er ég að gera? En slöggan kemur, férstu kvíða fyrir hans hönd þegar nú er komið tilfinningar ég vil bara fá hjálp saman hvernig að hann fá hjálp já, þú veist, og ég meina vonandi var löggan bara ef hún var á hans vegum ég veist ekkert hvað það var nei. Ég býr í miðbæ. Það er annar sko geðsjúklingur sem býr þarna. Ég meina, maður veit ekki neitt. Ekki það heimsi geðsjúklingur. Þú veist, í svona, þú veist, atbyrður á svona undan og svona, þú veist, merkileg til að þessu löggan hafi verið. Sko, því að ég hringdi Melju að leiðninga og það koma 2 til greina í blokkinni sem löggan hefði getur verið fyrir. Þannig að við vorum ekki svona viss. Núna 3, þú, allt í góðu. En þú veist, þannig að núna kemur það, þú veist, núna var löggan, ég kom góðan daginn eitthvað, og þú veist, núna veit ég ekki, sko, hvað gerðist, og það var bara rétt á það. Draslið er ennþá í geymslunni hjá mér og við erum bara í to be continued stöðu. Já, ég vil hlakka til í næstu viku að heyra meira þetta mál. Þetta er bara byrjunin á. En ég vil samt sem ára, ef hann er eitthvað hringið þig og tala við þig og þú veist, og þú ert eitthvað, þú veist, vilt eitthvað svona, þú veist, hringdu í mig. Ég vil bara fá að koma, ég vil kynast þessum manni, ég vil einhvern veginn, þú veist, ég ætla ekki að bjarga honum. Hann er myndalegur. Þú veist, er hann tvíkynhneigður, ég er opinn fyrir ýmsu, einhvers svona. Er ekki margir svona... Mér finnst það, mér finnst það þimmin. En við vorum að tala líka áðan, sko, ég er með, það er alveg svona leyndur draumur hjá mér og ákveðin svona markmiðasetning í mínu lífi að ég nái mér í, sko, mann sem er glæpamaður. Já. Og er í raun að vera svona, þú veist, að vita allir að, þú veist, einbýlishúsi á Arnarnesi er ekki vegna þess að hann fór í, þú veist, að því að hann er háskólagengin. Póló-sjoppan. Nei, eða þú veist, eða þegar hann er háskólagengin og þetta hefur gengið vel, þú veist, við vítum það alveg bíllinn minn, þú veist, kemur undan einhverju öðru, þú veist, þetta er svona þannig, en enginn þora að segja neitt við, með það er allir bara ekki að váka hann svona flottur. Ætla einhver með hálstræpal eigi einbýlishús út af einhverju öðru en einhverju ólöglu, þú veist, ég held ekki. Nei, ég hugsa ekki. Þannig að við þurfum að... Sástu með Póló-sjoppuna í Fossvoginum? Nei. Hún skilaði einhverjum sko skrilljur, já. Þú veist, kæra á þinn
heyri eigandanum já, ég þarf að heyri í honum þetta einhver sem að geti kannski og ég stend vaktina ég gerir vaktaplön í lúinni, Já. ég sá Volt að það getur pantað þaðan ég gerði daginn já, bara veippenna talandi að þegar góð saga, takk fyrir þetta ég ætla nefnilega aðeins að sefla sjóin í hana talandi Volt nefnilega sko því að mín bara komin á hold to be continued og ég er sko virkilega spenntur yfir örlögum þessum manns já, ég líka, og minna en líka ef að honum vantar hjálp eða flýti úr geimslunni og þig vantar hjálp líka þú hringir í mig já, þú kemur við þú veist, ég vil alveg fá aðstoða einhvern veginn í þessu máli bara vera vitt, bara sjá þetta já, og vera einhver svona viðlóðin upplifa þetta þú veist, og ef ég fæ réttastuðu sagbornings vegna þess, þá ger ég það bara það er minnsta máli að það ég líka með smá drauma með lappinni hér að stó með svona þarna hættu yfir mér svona grímu já, þú veist að vita allir þetta ég við færum einhver flott jakkaföt já, við myndum ekki setja hættu yfir við myndum bara lappa beintinn og horfa ég myndi stara til yfir í linsuna ég kom að hoppa smá til yfir og horfa í linsuna á blaðamannum og við alveg bara helt hanaður í jakkafötum já, og með svona mjög þunna hárlínu þetta bara geti mögulega gerst það virðist verið að gerast sjáum til en heyrðu, talandi Volt ég nefnilega var daginn þá var ég hjá vinkonum minni sem bauð mér í svona Sunday atrið sem að þýði það bara, þú veist, hún var þunn ég var nýbúin að vera að vinna það var búin að vera erfið vinnudagur hjá mér erfið nótt hjá henni og einhver svona kvíði á báðum vígstöðum og ég hringi í hana á leiðinni heim og ég bara eitthvað, hæ, hvað segir þú? Og hún bara eitthvað, hæ, ég segi fínt smá djamkvíði hjá mér ég segi já, smá vinnukvíði hjá mér sko, ég ætla að spyrja, kannastu við að vera að vinna þegar hún vinni ég ætlum í vaktavinnu engungu að vera að vinna, sko, mann að vera að vinna helgi eftir helgi allir vinninir að gera eitthvað skemmtilegt og ég var svona bitur helgina ég fekk svona veistu, ég er svo mikill félagsskítur ég veit, ég er nefnilega búin að vera það líka upp á síkasti, þannig að þetta er mjög ný tilfinning aftur hjá mér þá lítur það að vera að vinna mikið já, þetta er einhver helgi er ekki nóg nei, þetta er alveg, þú veist, ég er að vinna bara helgi eftir helgi núna og þetta er að taka vinnutörn eftir Ítalíu þú veist, ég bjóð mig til frí og þá skulda maður það alla vegu mér veist ekki að það var bara allir vinnum það var ammali á þessum og þessi að gera þetta og þessi var þarna og þessi var hér og ég var bara eitthvað þú hér til þess að veður grunlega og það var eitthvað svona of mikið að öllu fólkinu kringum að gera skemmtilegt nema ég og ég fór einhvern svona bitur sem að varð að einhverjum svona kvíða skilit ekki en það er bara eins og það en ég tek ábyrgð á kvíðanum mínum með því að hafa samband með þessi vinkonu mína og hún segir bara, heyrði líka bara koma heim til mín, ég ætla bara að panta eitthvað bara komfortmat, panta thai það er komfort, svona pad thai hjá þarna krúatæ og við pöntum þetta og úrveru bara og fáum að greitt bjór svo erum við bara fann að hlæja og hafa gaman og sem er gott og það úrveru bara einn hvítinsflaska og svo 2 rauðvínsflöskur, smá Jameson og þú veist bílinskilin eftir og ég veit ekki hvað var það? Þetta var hjá vinkunum minna Hólitsbrut bílinn þar ég náttúrulega kom bara, ég mætti bara í einkennisvatnaðin mætti bara beint eftir vinn það er samt cool tek svo bara að mig bara á þetta og sita hann bara í háinu, þetta var dásalegt en með því ég sé fyrir mig skýrtuna svona búið að rífa næs upp og bindi niður og eitthvað þetta var hot og þannig, en hvað gerir, svo náttúrulega veipi búið bing bong, hafði ekki ágjörð því Volt, hvað kemur þið bjargar Polo Shoppan Polo, eða hvað sem við þetta er náttúrulega miljón það sem að gerist líka að reyndar í þessu tilviki þá var reyndar búin að loka en við föttum hvað það var sniðusamt við vorum bara, vá, það er þetta panta bara allt en ég hef líka alveg pantað í Smáríkinu verið heima bara, ég ætla að fá að kippa Stellu svo ætla að fara að fá, þú veist veip, svo ætla að fá einn Marlboro Beyond Blue svo er það bara allt komið til tím það eru allir vinir mínir núna að fatta Smáríkið og Reykjavík brúur í tónastöð eða skipoltinu það eru því að Svangvít og Veður gerðu auglýsinguna og það er allir að kveikja á þessu góðar auglýsingar samt er þetta Smáríkis auglýsinginu? já, gerðu það já, góðar auglýsingar með Pálma Gests geggjaðar auglýsingar já, og það er að virka því að allir vinir mínir eru bara hvað heyrðu, Smáríki bara, þú rettaði okkur og svona líka nei, við vorum daginn, ég skil setti það ég var með sömu vinkonum minni á Hálfðarsbraut þá vorum að spila kvöldi, við erum drikkveldi vinnir og við erum að spila kvöldi og við vorum bæðið svo þunn að ég kem á sækjana og við fyrir með þetta svona milli jól og nýjar spila kvöldi eitthvað svona það má nú alveg og ég fer á sækjana, máli við bæðið tvö hefum verið aðeins lengur fram eftir en á að gera kvöldin áður þannig að við mætum og við vissum og við vorum að fara að spila kvöld hjá systur minni samanlega vinkuna og ég fyrir að sækjana
við erum svo ógeðslega þundaginn eftir að ég sem sagt að ég finn mig bara ekki knúin til þess að vera í drykk Já, og það er bara, ég get ekki en ég tek um 3 bjóra, 3 litla það er nóg, ekkert mál þessi 3 litlu og svo bara gaman fyrir að spila spila skemmtilega spil geggjur stemning og við erum að spila eitthvað ógeðslega fyndi og skemmti já, en þetta var fyndi við hlóm og hlóm nei, þetta var svipa samt einhver þetta var eitthvað svona, allavega, þetta var bara fyndi allavega ekki pubquiz eða ekki pubquiz, nei, eða besserwisser en allavega, ég ætla að klára það sem að við sem sagt að ég erum bæði drikkveld, orðið smá gaman hún búið með sinn 1.000 hún tók með sér 1.0,5 light ég tók með 3 litla light og það var svona lígi, sjálfslígi þetta var algjör sjálfslígi en í mómentin hann var ég bara þannig skjálfandinn timbröður svo var eitthvað eina með smá gin þannig náðu að fá mér 1 ginsnaps og einhvern veginn bara verður úr því að við erum bara shit bjórinn er búinn og við erum actually að hafa gaman eðlilega ekki að hafa gaman nema að sé vín líka með vín er búið, hvað gerist? Smáríkið heyrðu, smáríkið, veistu með Volt, þetta var komið eftir 14 mínútur það er svona svaka eftir 14 mínútur sitjum við að spila kvöldi inn í Kópavogi klukkan er 10:10 kvöldið eða eitthvað og hún er bara mætt Volt er bara mætt eftir korter sko, veistu það, ég að var svo impressed hvað gerir svo fer ég einhver matabóð degi setna og þá er ég með kommunista þar ég ætla ekki að nafngreina hennar kommunista þegar mér þykir svo vænt hann og hann byrjar að tala hvað þetta er nú hræðilegt og annað og ég sagði, vá, hvað við værum eftir á ef við værum með alla kommunistan alltaf að stjórna landinu það verið ennþá, Sigmundur Jóð væri ennþá að lífi, væri ennþá í pólitík að sjá til þess að vera ekki bjór seldur hérna þú veist, það væri svo margt eftir á sko, ef að þeir fengi bara hugsa sér nýfrjálslíkjuna að geta drukkið hvenar og hvar sem er þetta finnst mér svo mikið frelsi þetta er Brynja Níelsson sem vil að allir eldri borgari séu að fyllir í alltaf þú veist þetta er bara gæðið við þessi ekstrím þú fattar hvað ég meina, þetta er ótrúlega mikið frelsi að geta setið bara stuðlar þetta aukin áfengistrykju, já urðum við blindfull, já sko mér heyrist þú veist, verður þetta vandamál setna fyrir heilbrigðiskerfið, já en þá opinberu þetta taka við því já, og þá kemur Steingrímur Jóð og bjargar okkur alveg svoleiðis, bara sko svona gett massaður, svona berðig inn á spítalan þarna vil ég svona opinberu að taka á móti mér já, þetta er svona kokteil sko, mér heyrist þarna Smáríki þau eru að fara að sponsa þetta við þurfum að heyri þeim núna sko, ég voltaði en dag hendi mín þú þetta, ég veit ekki, mér líður eins og Costco varstu í ég var heima í miðbænum já, þú varst í miðbænum, hvað vantar í Costco eiginlega? Fullt, og ég var bara eitthvað, ég nenni ekki Costco ég nenni ekki að keyra á það ég menna, nú býr, þannig til langt í burtu en nú býrðu einn, þú veist með Melli reyndar, þetta er búið þarna 2 þú veist, það er engin börn í spilinu þetta er ekki stór íbúð, þú veist, hugguleg flott og hugguleg, en ekki stórt cozy vibes og þetta er ekki stórt þú veist, hvað þurfið þið, þú veist, hvað þarft þú í Costco? Segð mér núna. Klóspapír í bónus. Í geymsluna með vinunum. Nei, þú veist, fullt, skilur við. Hversu mikið kúkar? Bara, þú veist, bara nóg. Þú veist, ég kúkar rosa mikið. Þú veist, þetta er svona 3 ára dagmámið sem það snýst meður það ég bara með leiðilegast í heimi að fara í búð og kaupa leiðilega hluti. Einn að fara í meilabúðina, vera svolítið hýra á því, glaður og svona, eða vera ekki Whole Foods í Bandaríkjunum og eitthvað, ég fatt að koma mér leiðilegasta og ég nokkri kassar af kristall þetta ekki að bera nei, þetta er flott þannig að þetta er allt bara í Costco þetta er flott, enn og aftur en kannski ekki keyptir einhvern svona stóran uppblásin gíraffa ég var að íkvæða en sko ég mæli með þessu bara, svona, bara Volt líka spons, Smárikið og Volt við heyrim í þeim af því að við getum ekki verið að tala svona vel þetta endalist á þess að fá eitthvað fyrir þetta, en við meinum þetta líka við þurfum að tala við Smárikið no joke, af því að ég segi, mér líður svo allir vinir mínu séu bara að vakna með þetta og bara, oh my god þetta er bara stórkostlegt þú þarft ekki að fara í skeifuna lengur þú þarft ekki að hanga í átíðaferð þar sem voruð ekki byrjun skilíki lengur ekki? Nei. Já, það er náttúrulega vont, já ég var spyrur skilíkina ég var nýrakaður en heyrðu, förum aðeins í gegnum nokkuð mál þátturinn er langur og hann verður smála lengri í dag, allt í lagi það er bara góða lagi sko, eigum við að þú vildir tala við vorum að tala sko
BSA eða Bartenders Choice Awards sem er eitthvað svo barþjónakeppni í Evrópulundunum eða eitthvað, ég veit ekki. En við fórum að tala sko, það alltaf eitthvað svona, já, hérna besti barinn, þú ert að tala besti sportbarinn. Já, ég nefnilega nú þarna BCA-velunin sem sko minnum alltaf á nafna einhvern orkudrykk. Hvað? Þessi BCA-velun. Já, NCA. Og þetta bara flott velun og það var eitthvað partí á kalda og ég bara því miður komst ekki, nefndi ekki að fara því miður. Á sunnudegi líka. Já, en bara flott hjá þeim, og þetta en sko þetta líka einhvern mingi sem þú veist, nú ég ekkert partur af barþjóna heiminu lengur og ég eiginlega bara ekkert partur af þannig sem börum lengur nema bara, þú veist, að ég drekk dálítið á þeim. En það alveg, þú veist, ég skil stemningun í þessu og ég skil alveg stemningun í það, ég meina það er alltaf flott og geggjað á viðurkenningu. Ég persónulega þekki ég ekki þessi velun nógu vel. Að það að gefa svona viðurkenningar, hversu mikið bull en þú veist líka í tónlistavelunin ég meina allt saman þetta og þetta allt einhvern svona rung og einhvað en hjá mér, ég horfði á þetta sko mér finnst alltaf, þú veist senan okkar ekki stór, hún hefur alltaf verið stækkandi og hún alltaf verið betri og betri senan, sem bara frábært og það bara að þróast þannig og það bara fyllt af flottu fólki, þú veist Jónas, Teitur Svankvít nei, bara fyllt, Svankvít, ég meina það bara fyllt að burðastólpum sem að gera flott í þessum bransa og og sér til þess að hann þróist áfram og það bara frábært en mér finnst alltaf í svona viðkynning, ég horfði að þetta bara sama fólki sama fólki hittir fyrir og þetta minnir á svona, þú veist, þetta svona eins og ísokki á Íslandi, þú veist, við erum með 3 lið það alltaf einhver sem var bronsið einmitt samt upp á pall það eru alltaf velun að setja í boði samt upp á pall, þú veist 100% og ég meina, þetta líka alltaf saman lið ég veit ekki, þetta er flott fólk en að gefa líka velun fyrir sko bari og svona þetta svo persónubundi ég veit það og þarna var, en ég meina þarna var líka svona besti koktel bara svona besti restaurantinn besti þetta en veistu hvað þegar ég ánefnilega rosalega mikið með sko, þú veist, besti veitingastæri minn fer ótrúlega eftir, að segja þér einmitt svona eitthvað besti veitingastæri, jú, það er alltaf flotta, eins og ég segi, það er alltaf geggjað að fá viðurkenningu, alltaf gaman að vinna, gaman að fá Michelin stjörnur, hafa unnið í og sem gaman, stemningin sem myndaði, það var líka meira þegar ég partíkall og þetta var bara ógeðslega góð afsökun ein kampavín til þess að 3 ára, 4 eða 5 en það sem gerist að það svo, eins og segir, það svo persónubundið hvað besti, ég meina, ég var á Mosley í Korsnesinu daginn, hóra á handboltaleik, ég einn, bara hóra leikinn, Geir þarna, Ásgeir einn eigandi og eitthvað spjalla og einn þarna sem heitir Gunni sem einn eigendur, það eru margir eigendur þarna, mikið verið að spjalla við Sven og allir var ánægðir ég sé þarna í Korsnesinu og eitthvað, ég að fá mér sem þarna fæði mig eitthvað taco og þetta ekki, alls ekki besta taco sem ég fengið, þetta bara mjög íslensk taco þú veist alveg hvernig þetta majónesið og allt þetta en að því ég einhvern veginn stemningu þarna, þú veist, ég að borða í Korsnesinu í Kópavogi, ég að sitja og að spjalla við gamla æskuvinni sem að þarna mér líður vel, ég geðingur balans, ég að horfa leikinn, það gengur vel hjá leiknum, við erum að vinna í Ítalíu þú veist, og það var einhver stemning allt í einu var þetta bara ógeðislega góður matur og góður veitingastæður, af því að væpið var eftir því þannig að en svo færur þú ákveð kaldan Michelin-stað og þekktir engan ég meina, þú veist, eins og bara tökum það með vínstúkan bar sem þykir rosa væntum og hefur mikla tengingu til en þetta líka bar sem rosalega oft ég get labbað inn og fyrir beint aftur út af því að oft ég bara, mér stemningin ekki góð þú veist, þetta náttúrulega rosalega mikill samfélkingabar og þú veist alveg mína skoðun á þeim flokki en þú veist, nei, ég menn þetta þú veist, það getur oft verið þvingandi stemning þar eins og allstaðar annars þar svo sem þá allt ína, nú ég segja bara í sko, til þess að það vera tilnefna hann sem besti veitingastæðurinn í þessum BCA-velun Vínstúkuna? Já, flott, ok sem er bara frábært, sem er frábært til hamingi Vínstúkan og á það, bara geggjaði matur á Vínstúkuna alltaf en ég að segja bara stundum get ég sitta á Vínstúkunni og ég að borða hennar geggjaði mat en stemningin ekki góð, þá maturinn ekki dórin geggjaður þannig að þú veist, í þessu Svo fyrir dómari Já, en ég mynd dómarinn fer líka alltaf út að bara í því huga fyrir að hann að fara að dæma og bara í þínu, þannig að stemningi kannski skiptir hann ekki máli. Þú lifir staðin ekki beint. Nei. Þú ert bara eitthvað með blokkina að skrifa. Þannig að þú veist, bara í kontrast við það og þú ert að segja sko að þetta svo
besti veitingastæður er svo persónubundið og fer líka bara svo ótrúlega eftir hvenær. Ég meina, Kaldi getur alveg verið besti barinn á landinu ef það lendir bara geggjuðu kvöldi. Veður getur það líka. Ég meina, ég var að ara bara í gær í Kópavogi og horfa á fótboltaleik og handboltaleik á sama tíma, vel gert. Þetta vel fyrir ADHD mitt. Já, arapar. Og það bara góð stemning. Ég er bara með góðum vinum og ég meina, og allt einu að Ari bara geggjaði bara í Kópavogi, í Kórakærunni. Þannig að það fyrir allt þetta stemningunni. En mér finnst líka eitt sem þú segir, sem mér finnst alltaf áhugavert. Ég veit ekki hvort einhver ná þessari Jú, ég langklokkunni. held að það snýst bara, að því að það verið að dæma eitthvað sem er í rauninni lifandi og andandi og það er ekki verið að segja að þú vannst stafsetningakeppnina af því að þú náðir mest rétt. En svo má alveg gefa velun fyrir margt annað. Ég meina, það má alveg gefa velun fyrir, ég meina, mér teiki á veður til þess ótrúlega gott og það er talandi að viðhalda stemningu. Það er til þess þetta að ef það er full setuða veður þá raun bara fullu bar. Það ekkert verið að þröngverð til þess að vera inn í einhverjum, fáum fermetrum. Það er ekki verið að maksa eitthvað á kostnað allra hinna. Sem að til dæmis Kaldi getur stundum verið. Og svo getur það verið partur af sjálfmannstundum ef það hittir rétt á. Ef það hittir já, þannig að þetta fyrir allt eftir. Þannig að við erum búin að taka niður það að það á ekki keppi neinu, þá alltaf verið leiðilegt nema og aldrei verið gaman nema í starffræðikeppnum, það má keppa í því en allt sem, nei það ekki en þú veist, en að því að leiðu þetta segja, ok, þetta er best þá ertu í rauninni að segja líka það, þú veist, að sleppa því að nefna hitt sem kannski líka svolítið ósanngjarnt á einhverju leyti af því að þú ert ekki að spila ykkur pólitískan leik. Mér fannst ég það samt sem aður að segja, sko, mér finnst nú alveg þessi velun vera, ég var að skoða þarna til ég ætla að opna þetta aðeins, Mér fannst þetta náttúrulega taka aldrei bara mengið af Reykjavíkur bransanum, sko. Mér að Greipan gott dæmi líka þú veist, bara sem er að dæma staði og maður er bara eitthvað, þú veist, jú, þetta er þeirra samleikur. Það er líka bara einhver kona frá Indlandi sem er veður uppi og borðað frýtt út allt. Veður uppi? Já, þetta er svona, það er hennar samleikur. Þannig að maður þannig að hún er að segja þetta er besti hamborgari í Reykjavík. Þetta ætti eiginlega að vera meira svona þetta er mitt uppáhalds. Þú veist, fyrir heldur en þetta er best burger in Reykjavík. Hvað finnst þú það? Þau eru farið á Metro? Ættir að vera breytis yfir bara með að ég nákvæmlega fjölskyltilbúið á Metro. Hefur prófað það gamla? Best goddamn restaurant í heiminum. Skilur, let's go, fyrir maður Metro. Þetta ætti kannski fyrir að vera eins og Grapevine, bara Grapevine's favorites. Já. Þeir segja Grapevine's picks en svo kemur alltaf best bla bla in Reykjavík það er kannski líka bara fyrir ungi fyrir þú veist einhvern sem er að vinna á einhvern stað og vera nú er ég best goddamn restaurant í Reykjavík best goddamn bar eða best goddamn þetta þú veist Steinþór Helgi og þeir þú veist fá alltaf best goddamn party þrátt fyrir að vera 70 ára gamlir fylgir það ekki alltaf með þetta í svona heilsuauglýsingu svo við komumst að því allir sem að vinna eru með heilsu auglýsinguna það þurfti ekki rannsóknarblaðamenn til þess að en askamenn eins og okkur rannsóknarblaðamenn en ég eigum ekki að segja það til hann ekki bara með alla sem er tilnæmdur sko, hann mér svo sittur hérna eitt sem er tilnæmdur Fannar Logi Jónsson, hann er tilnæmdur sem improver of the bar industry þannig að hann er greinilega að improva það verður að improva mikið líka Friðbjörn Pálsson Fribbi, hann er tilnæmdur Fribbir í drikkur líka Jónas Heiðar, ok þetta er allt menn sem ég geta skilið og Klakavinstan Sælla minninga þetta er langþráður draumur að rætast þar og hjá öllum eflaust Fannari svo er Teitur þú veist, það er miljón hann er líka svo er eitthvað svona Rising Star flokkur þetta er bara allt innan barþjóna hver er Rising Star? þeirra þú veist, nei, ég er ekki alveg góður Liv Sunneva þetta er Liv en svo þú veist, svo Liv heilsa Alexander Jósef þeir eru Rising Stars þetta er eitthvað svona keep an eye out þetta er bara flott, það verður gaman að fylgja um þeim ári Jacek Rudecki bara áfram Jacek og Pétur Hafsteinn Úlfsson Kolka heitir hann Kolka? Kolka, þetta er eftirnafn Kolka? Jesus Robert Proppe, þetta er Proppe, þetta eru Kolkarnir þetta er ekki, það er einhver mingi hann sem við erum að sjá þetta eru sko Rising Stars, fylgist með þessum á næsta ári þessi er að fara að hendi í Negroni kíkið í barinn fylgstu með þegar hendir í Negroni eða kannski espresso martini
Það kannski, já. En Danni, nú ert að vera smá dikka á þessu velun, nú ert að vera leiðilur. Ég er á þeim palli að ég segi til hamingju öll. Wow, ok, já, balans. Það er balans. Til hamingju öll. Það er alltaf mikið túristum að lafa henni inn. Já. Það er búið að opna. Já, shit. Það er búið að opna. Tökum pásu. Tökum pásu og förum og höldum áfram. Bæ. Getum við ekki aðeins haldið áfram þótt að við séum með ferðamenni. Jú, 100%, sko. Ég þyrfti bara að skoða þetta eins og það. Gott að þú komst með mót. Já. Það er mikilvægt. Já, það er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt. Þannig að gott að pikka þér hæf, sko. Af því að þú veist, rising stars. Þetta er óbært. En sko, fullkomlega óbært. Gaman að sjá það, kallið minn. Þessi milli varnarskilur sem það, þú veist, þetta er ekki eitthvað svona ég fyrir á íslensku hlustendavelunin, eða íslensku tónlistavelunin og þar bara eitthvað, já, auðvitað ekki. Ég hata þetta allt. Ég veit það. Þannig að þess að leiði mér. Já, og þú hefur líka alveg komið með það fram. Herði, ok, földum áram. Ferum í gegnum að ég vil að fara nefnilega með kontrastið með besta sportbarinn. Já, herði, já, ég ætla að ég skal opna það á það. Og svo þurfum við aðeins að fara yfir þessar að ég skal opna það. Með ef ekki sitja aðeins lengur og þátt að komi gestir, er það ekki lagi? Er það lagi, Svangveit? Þú segir, ef það er eitthvað að spurja eitthvað, þá segir bara guð mig góður, ekki að gera þessum, skilur við. Þú veist, ef það er eitthvað... Og ef þið viljið setja lága músík á eitthvað, það er líka alltaf lagi, sko. Ok, tökum hérna enda sprettin. Já, nei, bara... Nei, setjið músík á, auðvitað. Fyrirgefið, við bara okkur senkaði þess. En bara ángríns bara, það er ekkert sem að truflar. Da-da-da-da-da-da-da. Jæja, það er búið að opna. Já, það er búið að opna. Nú erum við overstaying our welcome hérna. Já, við erum í Negroni hotninu og veður að chilla með fólkinu og það er bara hugulega heitt. Sko, við vorum án að tala að dæma staði og eitthvað svona. Ég fíla þá pælingu sem kost með aðan, ég man ekki hvort það hafi verið í þættinu, að það er mjög auðvelt að dæma sportbari. Já, að því að mál er að ég er maður þess að dæma. Það er svo mikið líka svona ákveðin svona boxum, hversu margir geta horft á sjónvarp á sama tíma, þú veist, hvernig er barinn, hvernig er að layoutið, hvernig er bara allt saman, skilur mig. Og mér finnst það að vera svona, og ég fór á stúkunum daginn, mér finnst það vel hefna. Stúkan á sportbar. Stúkan hérna bara á hverjaskundu, splunkunýr. Já, ég ætla að kíkja á það eftir. Mér finnst það mjög vel hefnaði sportbar, af því að ég gætt, sko, það var hérna helmingur á staðnum, gætt verið að horfa á skjá, onni hvort öðrum og svona stemming, það var handboltaleikur og allir eitthvað kílkottan skilur svo var ég og vinir mínir og sérstaklega ég svona nett sama þá sátum við í sófa, samt gáttum við hort ógeðslega vel á leikinn en setið og drukki bjór í rólegheitunum í rólegheitunum, fattar þau mig það var svona bæði hægt og 1200 kall bjór ég held að sko að það sé það margir sportbarir á Íslandi að það er að gera þetta í svona ýmsum flokkum já, svo var það líka, já þú veist bara já, þú veist þetta var allavega mjög góður handbolta sportbar og það er matur þarna líka ég reyndar sá það ekki, hvað spurning ef við komumst að því, þú veist, en bara bjórum var á 1200 það var þægilt að sitja þarna, það var á góðum stað og maður gæti bæði hort í chilli mér finnst líka hverfiskarn að vera svona sportbars satt, þarna ég gata mjög satt svona, það er aldrei svona út af við, já það má ekki vera alveg hérna á Austurstrætinu sko, en búið að breyta smá þarna frá því síðast já, seinast var þetta bara einhver púlborð eða eitthvað með svona neonljós og einhvað mjög skrítið, en þeir eru ennþá með 2 púlborð þannig að mér finnst þetta gott kombo og ég er ánægð með þetta ég segi bara áfram stúkan sko. já, en ég held að það getur verið mjög áhugavert að gera eitthvað svona besti sportbarinn og þetta var líka svona á landsvísu já, þú veist þú veist, hvað er þú veist annars? Það var þetta að gera til nokkurnum flokkum byrja á þú veist besti sportbarinn í höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandinu eða þú veist fara eftir kjördæmum Pizza 67 í Vestmannaeyjum og svo myndi þetta vera svona, bara svona ein allseri velun bara besti sportbarinn, þetta var svona eins og ung fyrir Suðurland stemning þetta finnst mér bara að vera þú veist, eitthvað auðveldur við að dæma svona skýra svona þemu eins og sportbar við skulum hafa þannig flokk og þetta er eini flokkur sem við höfum ofan á Syndaselur ársins sem við erum ennþá eftir að finna út við settum í stóriðin daginn ég er held ég komið með Friðrik Þór Friðriksson Syndaselur ársins það voru nokkur sem sendu það inn það er rétt, það voru nokkur sem sendu hann inn og ég held að við séum bara komið með hann af því að ég held að þarna Friðrik Þór sem hættir að drekka og byrjar svo aftur inn á Heartbeat maður þarf að hætta til þess að geta byrjað og maður þarf að byrja til þess að geta hættir aftur já, þetta er það er komin Syndaselur af hverju það bara heitt í mark hjá mér Syndaselur ársins var það í fyrra? Mögulega já
Heyrðu, Þannig að hann er Sindri Sólar ársins ok, og við látum eitthvað svona á Já. Instagram já, fyrir gerum það. eitthvað fenni úr því. Mhm. Þetta var gaman með þér. Mest með þess að þættinu fór í þessa góðu sögu sem ég hlakka til að heyra, Sem er lifandi. en eigum við ekki bara að leyfa þeim að fara að taka vaktinni og Jú, það ekki? það líst mér vel á. Já. Þannig að í næsta hætti þá fáum við update af mínu drama, blokkadrama. Já, ég ætla að fara að, ég er að fara að bóka mig að borða dill. Ég ætla að fara einn. Það er stór ákvörðun. Já. Mér líst vel á þetta. Já, ég var bara að hugsa lengi hvernig ég ætla að taka með og það var ekki að vera þetta og svo var alltaf komin svona pælinga með 6 manna borð með einhverju hóp og það var þetta fyllir í og ég eiginlega bara hef ekki náð að komast í gegnum heilan dinner eftir ég hætti að vinna á dill. Búin að fara nokkur sinnum, ég hef ekki náð að komast í gegnum heilan dinner án þess að fara í blackout af því að þú veist ákveðin eigandi og yfirkokkur kemur og dreifur mér að skrifstofu og svo er þetta og alltaf með einhverjum þannig að ég eitthvað sem greipvæn upplifir ekki nei, það er partystemninguna til en eitthvað sem ég hef ekki náð þannig að ég og þau eru komin svona counter sem ekki sittir við bara þú veist við eldhúsið þannig að ég ætla að fara solo já, það er alveg krúsar að geta setið við counter og það er bara að fara að gerast núna bara, kannski bara meira sem verið búin að því fyrir næsta þátt vonandi, að sko, að því að ég er bara varm unna núna ég fór á Otto í síðustu viku og ég ætla að fara yfir, ég ætla að gefa Otto matagaggrinni næstu viku þannig að það eru nóg að tjekka á það ekki þetta sagði því var svo góð að þessu glæpamanna að ég held ég bara komið með þér heimtíðin og skoða þýfið já, við fyrir að skoða gaurinn og þýfið já, ég ætla að randskoða gaurinn og þýfið kannski næstu vikar ég kom með glænían mann jæja, fylgist með hver veit, sjáumst bæ